tillaga sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaga dýrahald á opinberum stöðum. Þá tekur tillöguflytjandi Hildur Sverrisdóttir fyrst til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Þegar ég var lítil átti ég kött sem hét Dormi. Hverjum þykir sinn köttur fegurstur auðvitað, en hann var í alvöru mjög mikið æði. Ein vinkona mín var samt hrædd við hann. Ég reyndi að útskýra fyrir henni að hann gerði hann ekki neitt, en allt kom fyrir ekki og því var sjálfsagt að loka hann af einhvers staðar þegar hún var í heimsókn. Ég skil hana þegar ég mæti hundaeigendum sem í spásitúr með misstóra hunda sína. Ég nefnilega einhverju hluta vegna smá hrædd við hunda. Eigendurnir tjá mér reglulega að ég hafi ekkert að óttast, þeir geri mér ekki neitt. En það sefa mig lítið. Fyrir mér þetta dýr sem eru jafn óútreiknanlega í hegðun og, dýr. En það gerist það nú yfirleitt að hundaeigendurnir stytta í taumnum þegar þeir sjá óttaslegið hik mitt. Og þannig á það að vera. Það er þetta með að hafa aðeins færri reglur en stuðla með því að meiri tillitssemi sem ákjósanlegt. Mér finnst því sjálfsagt að hundar megi fara í göngutúr götur borgarinnar svo lengi sem það er þó tekið tillit til þess þegar einhverjum þykir það erfitt. Hví í ósköpunum ætti okkur ekki að auðnast það að það sé til dæmis hverjum kaffihúsaeiganda í sjálfsvald sett hvort hann leyfi hundahald inn á kaffihúsinu sínu, svo lengi sem það tekið tillit til þess ef einhver með ofsahræðslu eða ofnæmi geti þá einfaldlega beðið að dýrið sé úti akkurat þá. Það rennur að manni sá grunur að oft sé einfaldara auðveldara að setja einstrengingslegar reglur sem banna í staðinn fyrir að þurfa að takast á við blæbrigði mismunandi þarfa fólks. Við eigum að spyrna gegn því. Við eigum vel að geta gert þetta fallegar með tillitssemi frelsi að leiðarljósi. Og það er sem sagt grunnurinn að tillögunni minni hér í dag. Reglur dýrahald á opinberum stöðum eru miðstýrðar og einstrengingslegar af hálfu ríkisins. Í reglugerð hollustuhætti segir í 19. grein að ekki með að hleypa hundum, köttum eða öðrum dýrum inn í húsrými eða á lóðir sem fjallar í fylgiskjali 3. Í fylgiskjali 3 eru eftirfarandi húsrými talin upp og hefst þá lesturinn með leyfi forseta. Heilbrigðis- og meðferðarstofnanir, skólar, lækna- og tannlæknastofur, sjúkrahús og aðgerðastofur, vistarverur handtekinna manna, heilsuræktustöðvar, íþróttastöðvar og íþróttahús, gæsluvellir, snyrtistofur, nuddstofur og sjúkraþjálfun, sólbaðstofur, húðflúrstofur, samkomuhús svo sem kirkjur, leikhús, hljómleikasalir, söfn og kvikmyndahús, gististæðir, veitingastæðir, sumarbúðir fyrir börn. Upptalningu lokið. Sem betur fyrr. Nú er rétt að árétta að með tillögu þessari hér í dag er ekki verið að ákveða eitt frá bingo að dýr séu leyfð á öllum þessum stöðum undir öllum kringumstæðum. Tillagan felur eingöngu í sér að umræðan hvar ber að draga línurnar og hvaða varnagla ber að setja verða á forræði hvers sveitarfélags fyrir sig en sé ekki miðstýrt af hálfu ríkisvaldinu. Það eru auðvitað mörg sjónarmið sem ber að hafa í huga varðandi hreinlæti og annað. Til að mynda vera hægt að hafa þá reglu að dýrin fengi ekki að koma inn í eldhús viðkomandi staðar þó þau séu leyfð í veitingasalnum. Að starfsfólk sem beri fram mat passa að þvo sér hendur eftir að klappa dýrunum og svo framvegis. En þetta eru allt atriði sem hægt að finna farsællega út úr. Það er fyrst og fremst réttlætismál að eigendur kaffihúsa og annarra staða þar sem fólk kemur saman hafi frelsi til að ákveða fyrir sitt leyti hvort og þá hvernig dýr eru leyfð innandyra. Auðvitað ber að taka tillit til ýmsa þátta, svo sem varðandi ýmsa heilbrigðisþætti, en sveitarstjórnum á að vera frjálst að ákveða á hvern hátt það samspil fer best saman. Núverandi reglukerfi er of einstrengingslegt og alhæfir fyrir hönd allar sveitarfélaga. Því ber að beina því til ríkisvaldsins að breyta reglugerðum hollustuhætti og matvæli svo að sveitarfélög hafi rýmri undanþágur frá reglunum ef þeim hugnast að rýmka reglurnar. Borgaryfirvöld eiga því að beita sig fyrir því að hafa sjálfsákvörðunarrétt hvernig best hægt að koma til móts við sístækkandi hóp borgarbúa sem á gæludýr og hafa þau sem sjálfsagðan hluta af borgartilverunni. Á undanförnum árum hefur orðið lífsstílsbreyting. Gæludýrum hefur snarfjölgað og þau spila stærra hlutverk í lífi margra borgarbúa en áður. Borgaryfirvöld eiga að fagna því að fá rýmkaðar reglur sem eru til að mynda meira í takt við aðalskipulag og þéttingu byggðar þar sem það getur verið flókið í þéttri borgarbyggð ef reglur eru gæludýrahaldi beinlínis andsnúnar. Varðandi ofnæmispésana er það að segja að þeim auðvitað vorkunn. Það er ekki gaman að vera illa haldin á ofnæmi gagnvart dýrum. Við undirbúning þessara tillögu ráðfæri ég mig við lækni.
Hann tjáði mér að öfugt við til dæmis hnetuofnæmi væri afskaplega sjaldgæft nær ómögulegt að dýraofnæmi orsakaði hættulegt bráðaofnæmi. Dýraofnæmi fyrst og fremst óþægilegt sem alla jafna hægt að halda niðri með lyfjum. Hann bætti við að þeir aðilar sem eru svo óheppnir að lyfin dugi ekki eru það illa haldnir að þeir lenda í klandri bara með að vera við hlið einhvers sem til dæmis með hundahár og buxnaskálminni. Það með öðrum orðum hægt að segja að þeir sem eru verst haldnir í klandri hvort þið alla daga út af dýrahaldi almennt í samfélaginu. Eftir stendur að fyrir þá verður auðvitað hægt að fara á aðra staði bara eins og í lífinu sjálfu. Í þessu samhengi rétt að hafa í huga að undanþágur frá dýrahaldi og opinberum stöðum eru veittar fyrir þá aðila sem þurfa aðstoð dýrs, eins og til dæmis blindra hunda. Ríkisvaldi hefur því þegar kvittað upp á að mikilvægi þeirrar aðstoðar trompar hagsmuni þeirra sem hafa mögulegt ofnæmi og segir kannski sína sögu af því að ofnæmi ekki talið hættulegar en svo, þó enginn gerir lítið úr óþægindunum sem því fylgir. En þar ber að hafa í huga að ekki verið að leggja til að dýr séu velkomin alls staðar í öllum tilvikum, heldur að svigrúm sé fyrir því að leyfa dýr en annars staðar ekki. Aðalatriði verður að vera að rannsóknir sýna að gæludýr bæta almennt heilsu og vellíðan fólks, stuðla hreyfingu og gera borgarumhverfið betra. Til að mynda kemur þetta skilmerkilega fram í góðri og yfirgripsmikilli ástralskri rannsókn sem kallast Pets in the City eða gæludýr í borginni, þar sem niðurstöðurnar eru sláandi jákvæðar í hvaða horn sem litið fyrir unga sem aldna og borgarumhverfið sjálft. Svo eru aðrir alls konar vinklar á þessu máli. Á meginlandi Evrópu finnast til að mynda kaffihús þar sem kettir eru til að klappa. Þeir liggja þar nokkrir saman liggjandi og malandi og rölta kaffihúsið sem eigið heimili. Einn eigandinn sagði í viðtali sem ég sá að mikið af eldri borgurum sem búa á heimilum eða stofnunum þar sem kettir eru ekki leyfðir komi til að klappa kísunum. Hafa kannski átt kött allt sitt líf en mega svo ekki hafa dýr í nýjum híbýlum og koma því til að njóta samvista við kísurnar. Það vinkill sem vert að hafa í huga og einhvern veginn absúrt að slíkt kaffihús myndi lenda í klandri ef það óskaði eftir að vera í rekstri í Reykjavík. Það auðvitað önnur og kannski erfiðari umræða að ræða dýrahald í fjölbýlishúsum og vegum hins opinbera eða í almenningssamgöngum eins og til dæmis strætó. Þar málið eilítið snúnanar þar sem það ekki eins afgerandi valkostir í boði. Ég tel þó að okkur sé engin vorkunn að finna út úr þeim atriðum með tíð og tíma eins og ég veit að til skoðunar hjá strætó. Til að mynda eru reglurnar í Svíþjóð á það leið að dýr eru leyfð í almenningssamgöngum, í vissum vögnum í tunnelbánunum og aftast í strætisvögnunum. Og auðvitað að finna út úr því á hvaða vettvangi sem að fólk geti haft dýrin hjá sér hvar sem það á heima. Annað bara mannvonska. Við getum vel fundið út þessu fyrir alla, en það önnur saga í bili. Þessi tillaga hér í dag kveður á og við byrjum á réttum enda. Tökum eitt skref í einu og þar sjálfsagt að byrja á þeim stöðum þar sem raunverulegt valfrelsi í boði. Þessi tillaga snýst nefnilega fyrst og fremst frelsi. Frelsi sveitarfélaga til að haga þessum reglum eins og því sjálfu finnst skynsamlegast, frelsi viðkomandi eiganda til að velja hvort og þá hvernig hann kýs að leyfa dýrin á staðnum sínum og síðast en ekki síst frelsi kúnnans til að velja að fara inn á þann stað eða einhvern annan. Tillagan snýr að því að borgarstjórn sammælist að beina því til ríkisvaldsins að liðka fyrir reglugerðum svo að sveitarfélögin geti sjálft sett sér sína reglur hvað þetta varðar. Tillagan ekki niður njörvaðri en svo, því ég tel að besta framkvæmdin á því, hvort að Reykjavík komi með fullmótaða tillögu til viðkomandi ríkisvalds eða einfaldlega biðja samtalið, sé eitthvað sem best sé að leysa með þeim embættismönnum borgarinnar sem best þekkja til. Ég tel með öðrum orðum að það verði einfalt að leysa á skynsamlegan og framkvæman hátt, svo lengi sem það vilji til þess. Ég vonast því innilega til að borgarstjórn sammælist þessa tillögu til að færa meira frelsi inn í tilveru borgarbúa, borgarumhverfi og borgaranda til góðs. Tillagan svohljóðandi með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir að beina þeim tilmælum til ríkisvaldsins að rýmka reglur hollustuhætti og matvæli svo að sé hverju sveitarfélagi sjálfsvald sett hvernig það kýs að haga reglum hvaða stöðum sé leyfilegt að hafa dýr, svo sem á kaffihúsum, veitingustöðum, líkamsræktarstöðum, samkomuhúsum og svo framvegis. Það réttlætismál að sveitarfélög hafi svigrúm gagnvart eigendum slíkra staða að leyfa dýrahald eftir þess óskar. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir næst á mælendaskrá. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar. Ég vil bara fagna sérstaklega þessari tillögu. Ég vil þakka borgarfulltrúa Hildi Sverris kærlega fyrir þetta. Hún fór vel yfir málið og mér finnst líka þessi tillaga að vera mjög vel rökstutt og mjög vel sett fram.
Ég var sjálf kött og ég var að tala við mér daginn, ég var eitthvað kvart undan því að ég var erfitt að fá svona stóran skítakass, þetta var frekar stór köttur og hann sagði, af hverju áttu eiginlega kött, þetta ekki bara ógeðslegt? Og svarið jú, það alveg mjög stór skítakassi sem fylgir þessu, sinni matadallur og hann sullar í vaskinum og það oft skítafíla heima hjá mér ef ég gleymi að þrífa kassan. En það okkar þetta, það þetta áþreifanlega sem oft ömurlegt við dýr, en það þetta óáþreifanlega sem svo ómetanlegt. Hvað dýrin gefa okkur í samvistum og væntumþykju, skilyrðislaus ást og hvað þau geta glatt okkur. Hvað þau nenna að passa okkur þegar okkur líður illa og láta okkur bara líða vel í alla staði. Að það eitthvað merkilegt ef við skoðum börn, þá ef við skoðum bara það áþreifanlega við eiga barn, þá henni eignast einstakling sem skýtur á sig í 2 ár úr algjörlega ósakverka og vekur það á nóttunni, þess að allir er sammála það að það allir sem eiga börn, en það alveg dásanlegt að eiga börn samt sem áður. Mér fannst borgarfulltrúi Hildur Sverris sko mjög vel inn á þetta áðan þegar hún sagði það oft auðveldar að banna heldur en að takast á við blæbrigði lífsins. Ég veit ekki hvort ég man þetta nákvæmlega rétt, það var sirka bara svona. Mér fannst það að vera akkurat mjög rétt. Það er auðveldar að banna það að bara fá ketti inn á kaffihús eða hunda og tryggja þannig verði aldrei mýð á gólfið. En hverjir var að missa af? Ég held að það sé fullkomlega hægt að aðlaga reglur og reynda að ná fram öllum hér góða í blæbrigðum lífsins líka á þess að tapa heilsunni eða vera með setja okkur í stórkostlega hættu. Þannig að já, ég bara fagnaði þessu innilega og hlakka til að fara með hann Sir Alex sem heitir í höfuð á Sir Alex Ferguson á kaffihús í framtíðinni. Takk. Þá borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson næstur á mælendaskrá. Forseti og borgarstjórn. Ég ætla að þakka málshefjanda borgarfulltrúanum Hildi Sverrisdóttur fyrir vel rökstudda og góða ræðu og fyrir að bera þetta mál fram sem að mér finnst bara hið besta mál. Það er mjög einfalt að rökstyðja þetta út frá því að það sé bara jákvætt að sveitarfélög fái aukið svigrúm í þessum efnum til að útfæra sína reglur sjálf, bara í tengslum við, í samræmi við vilja íbúana og aðstæðum á hverjum stað. Eins og borgarfulltrúin Hildur Sverrisdóttir rakti eru á þessu ýmsir fletir sem er bara hægt að fara yfir. Nákvæmlega hvaða reglur eru settar samhliða því að hinir á þessi staðir leyfi dýrahald og svo framvegis. En þetta finnst mér mjög gott fyrsta skref í átt að því að taka umræðuna áfram og auka aðeins valfrelsi fólks í þessum efnum og ég get líkt og borgarfulltrúin Kristín Soffía Jónsdóttir tekið undir þau rök að reglur geti verið góðar til síns brúks ef það eru ekki of íþyngjandi þá geta þær líka dálítið fært ábyrgðina frá fólkinu sjálfu og minnkað svigrúm fólks til þess að finna út úr hlutunum sjálft bara í svona það sem að kallast bara mannleg samskipti og kurteisi. Þannig að ég mun styðja þessa tillögu heils hugar. Svo mörg voru þau orð. Þá borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Björn Blöndal Borg. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Þetta ekki glasið mitt. Það er glasið okkar. Allavega hálffullt. Heyrðu, ég þakka bara fyrir þessa ágætu tillögu. Hún er sjálfur sér athyglisverð og sýnir að núverandi löggjöf er óþarflega ströng og ég tek það fram ég styð þetta alveg, þetta er bara ágætis mál. Ég er nú reyndar engin svona sérstakur gæludýravinur með ónæmi fyrir köttum og líður illa bara í nálægð við þá og finnst leiðilegt að þurfa að borða lyf til þess að
ef einhver vil vera með kött, skilur, þá þarf ég að hakka mér líf og svona, og svona, en það er bara eitthvað sem að ég lifi við og ekkert stór mál. Og já, og ég líka þú veist, það er eins og til dæmis bara með hunda, það er fullt af fólki, bara til dæmis ættingjar mínir sem eru bara lafhræddir við hunda, bara, þú veist, sér bara hund og það bara verður viðkomandi fyllist bara miklu ótta, mjög hræddur. Og það er auðvitað ekki gott. En vandamáli við gæludýr og svona gæludýrahaldi er yfirleitt náttúrulega eigendurnir, ekki kannski dýrin sjálf endilega. Og það er eiginlega með gæludýrin eins og svo margt annað, að eins og anarkismin er falleg hugsun, þar sem að þarf enginn að segja þér fyrir verkum, svo lengi sem þú tekur ábyrgð á þér sjálfum, að það er alltaf ómargir sem get ekki tekið ábyrgð á sér og þess vegna þarf að segja þeim hvernig hlutinir eiga að vera, sem er mikil synd. En við þurfum ekki alveg að missa okkur í því. Þannig að ég held að það sé ágætt einmitt að taka svona skref eins og hérna verið að stíga og færa þennan rétt til þess að ákveða þetta svolítið til fólks aftur og ef að við treystum engum þá veitum við honum aldrei ábyrgð og þá endar þetta svona í hálfgjörnum vítahring. En þetta myndi mig aðeins reyndar þessi tillaga og þessi umræða vakti svona ákveðin hugrenningatengsl hjá mér við bók sem að ég las stundum fyrir strákana minna þegar þeir voru litlir, sem að heitir Blómin á þakinu, maður eftir Ingibjörgu Sigurðardóttir, myndskreytt af Brian Pilkington, og hún var hana Gunnjónu sem var kona sem bjó út í sveit og í borgina var hann í gömul og svona pínu heilsuveil og gæti ekki búið einn og henni fannst þetta ekkert sérstaklega auðvelt, þannig að hún svona reyndi svolítið að flytja sveitina með sér í borgina og gera umhverfið, sem sagt aðlaga umhverfið að sínu fyrra, aðlaga þið nýja umhverfi að sínu fyrra umhverfi. Þetta er auðvitað svolítið það sem við erum að gera. Þú veist, þú fer kannski á elliheimili eða eitthvað og þá auðvitað kannski ekkert mjög mannlegt að taka gæludýrið af þér ofan í allt annað. Og hún auðvitað, þó hún fari í sjálfu sér að fúsum og frjálsum vilja úr sveitinni í borgina, þá er þetta enga síður í svona eðlisinu þvingaður flutningur. Og já, og svona þegar ég segi þetta, þá vekur þetta reyndar aðeins, vekur þetta svona spurningar sem sagt, kröfu okkar að til dæmis fólk sem að flytur hingað frá útlöndum aðlagist okkar menningu, og við lítum að það sem eitthvað alveg opáslegt það er algjörlega ótækt að fólk allir einhvern veginn að fara að flytja sína menningu með sér og þvinga henni þar með upp á okkur og það sé alveg ömurlegt. Þau verða aðlagast því sem að við erum búin að búa til, og það á nákvæmlega sama hátt, í raun og vera var Gunnjónu tekið svolítið á sama hátt. Það er að segja, þetta þótti svona, það var að vera að fetta fingur út í það að hún væri að breyta þarna þakin og blokkinni í einhvern sveitabæ með alls kyns ræktun og vesen, en hún var auðvitað bara að reyna að gera umhverfið svona eins og hún vildi hafa það. Og þó að öllum hafi ekki líkað við það, þá var mörgum sem líkaði við það, og nákvæmlega sama en með þetta gæludýramál. Þarna við getum verið með kaffihús þar sem að fólk geti komið með sína hunda eða jafnvel ketti og ég til dæmis með mitt ofnæmi og með þá þessum ættingja mínir sem skítræddur við hunda, og annarkvort ég bara að taka lyf og hann að stíga inn í þennan ótta ef hann vildi endilega fara þarna inn á þetta kaffihús, eða við færum bara eitthvað annað kaffihús sem að
og þá væri þá öllum bara meina lausu. Þannig að þetta er svona, já, það er margt í þessari tillögu. Hún vekur svona skemmtilega hugrenninga lífið og tilveruna. En fínasta tillaga, styð hana, takk. Það er borgarfulltrúi Björn Blöndal loki máli sínu og síðastur á mælendaskrá borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Ég er svona komin upp í svipuðum erindagjörðum og borgarfulltrúarnir Björn Blöndal og Kristín Soffía lýsið stuðningi við þessa tillögu af því hún snýst fyrst og fremst sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaga í þessum málum og borgarfulltrúin Hildur Sverrisdóttir fór með ágætum rökum yfir það mál og mér finnst það líka, hún tók það fram að hún væri hrædd við hunda og þá ætla ég líka að gera þá játningu að ég er það líka og ástæðinu svo það beit mig hundur einu sinni og síðan hefur verið smá smeykur við hunda og það er líka verður að hafa það í huga að núna sem sagt er þetta sambýli hunda eigenda og almennra borgarbúa bara mestöldi mjög gott en það eru samt svona smá hnökrar og það er til að mynda kvartastundum yfir því hér á útivistarsvæðinu við Ægisíðuna þar sem að hundar eru stundum í mjög löngu bandi og hlaupa í veg fyrir fólk sem er að hlaupa eða ganga eða hjóla og þannig að bandið kemur á milli og það getur valdið ákveðna hættu þannig að auknu frelsi í sambandi við hundahaldi fylgir líka ákveðin ábyrgð og stundum skortir smávegis upp á það hjá mér eða sem sagt hjá hundaeigendum finnst mér en það er ekki, við erum alls ekki gera mikið úr því það er svona smá óhöpp skulum við segja öðru hvoru. Ég þekki hins vegar ágætlega til í annarri borg þar sem er eiginlega tótal eða algjört sjálfræði í samdi hundahald og þar finnst mér gengið of langt, þetta er í Berlín í Þýskalandi þar sem maður hefur á tilfinningunni að hundarnir séu mikilvægar en börnin, þeir hafi forgang jafnvel á öllum svæðum en almennt séð þá er svona sambýli hunda og manna og katta og manna bara fallegt og þó ég vil nú algjörlega mótmæla og fannst að borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir væri með miklar ýkjur þegar hún sagði að það veri skilyrðislaus ást af hendi katta af því að mín reynsla er alls ekki þannig heldur af því að við eigum kött sem heitir Charlotte von Stein og þar er það þannig að hennar skilaboð það að við eigum að gefa henni að éta en að láta henni öðru leyti algjörlega í friði, alltaf. En þrátt fyrir þessi vandkvæði, þrátt fyrir ótrúlega eigingjarna ketti og hunda sem að geta bitumann, að þá er ég fylgjandi þessu í prinsipinu. Þannig ég styð þetta líka. Þá er borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson loki máli sínu og ekki fleiri á mælendaskrá. Jú, tillöguflytjandi ætlar að loka þessari umræðu, gjör svo vel. Forseti góðir borgarfulltrúar, ég ætla fyrir hönd borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, þó þið sé ekki hér okkur núna, að þakka bara mjög auðmjúkt fyrir fallega viðtökur á þessu máli. Ég held að allir hafi haft orð á því og hafa á því skilning að það eru þarna atriði til þess að hafa í huga, hræðsla og afnami og almenn tillitssemi og svo framvegis. En ég fagna því virkilega að við erum ekki bangin við það verkefni og hlakka til að við í samningu finnum eitthvað skynsamlegt út úr því að setja svona smá spennu á ríkisvaldi að verða við þessu sem ég get ekki betur síðan að sé einróma samþykkt af borgarstjórn. Þannig að ég þakka kærlega fyrir það og hlakka til. Þá var borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir loki máli sínu og ekki fleiri á mælendaskrá og þá ber forseti tillöguna upp. Sýnst ekki allir vera, vantar hér ekki satt, einn borgarfulltrúi, jú. Við berum tillöguna upp, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja hana gefa merki. Einhver á móti?
Hún er samþykkt með 13 atkvæðum og 2 borgarfulltrúar sitja hjá. Við förum í 3. mál á dagskrá.